Hárgreiðslumistarann þekkjum við af heimsóknum á stofu hans. Starf hans þó ekki eingöngu bundið við stofuna. Tískustraumar taka líka til hárgreiðslunar og á hverju ári eru hannaðar nýjar vetrar- og sumarlínur. Hvaða straumar liggja í loftinu og hver verður sumartískan í ár? Alexander Duparis segir frá og sýnir. Ces tendances prouvent que la mode insiste pour que les femmes soient bien coiffées. On retourne vers un grand classique de coiffure. On sculpte le cheveu, on le coupe bien, on le travaille bien, on refait des mises en plis qui sont redevenues à la mode. C'est un renouveau dans la technique. Alors, on fait des cheveux courts, un peu en broussailles, pour les femmes qui ont des petits visages et qui ont des cheveux qui se placent très bien. Et on peut les faire avec des cheveux naturels et on peut les faire avec des permanentes. Et c'est surtout la coupe. La nuque est très courte et on compose cette coupe d'après le style du visage pour avoir plus de cheveux, moins de cheveux, plus de profil et au contraire plus petit. C'est toujours la même coupe mais que l'on fait d'après la morphologie. Ça, c'est un style très très à la mode. C'est bien pour vivre dans la rue, pour travailler, se réveiller coiffé, mais surtout pour l'été, pour la chaleur et puis pour nager. Bon. Ça, c'est les femmes qui adorent les cheveux mi-longs, car la mode des cheveux mi-longs, avant cette tendance, elle est au carré ici. Donc, c'est celle qui a un peu poussé. Elle a un tout petit peu, pas trop, mais elle est juste sous les oreilles. Car il y a des femmes qui, d'après leur morphologie, ont besoin d'un peu plus de cheveux. Elles ne peuvent pas vivre avec cette tendance et elles ont assez de la mode au carré courte qui a été une grande mode d'hiver. Oui. Ça, c'est une mode d'été que je vous présente. Car il ne faut pas oublier que les coiffures doivent être jolies de face, mais elles doivent être aussi jolies de profil. C'est très pratique. Certainement, ces modes changeront pour l'hiver prochain, mais pour l'été, ce sont des modes faciles à vivre, car on peut faire un jeu de couleurs. On peut faire plus foncé ici, plus clair là, exactement pareil, ou bien tout balayer, ou alors être blonde ou rousse. Mais il y avait une tendance qui n'existait pas et qu'on met à la mode pour l'été prochain, ce sont les lignes grecques et crétoises. Tout ce qui était de la Crète et grec sont des lignes qui ont après été adoptées par Rome aussi. Et c'est le crâne fuyant qui a été inspiré, disons, par les lignes africaines autrefois, des lignes d'Abyssinie. Et on dit que la reine d'Abyssinie, autrefois, dans les temps anciens, était coiffée dans ce style-là. Et ça apporte un nouveau, très joli, parce qu'on travaille avec des rubans de cheveux, c'est-à-dire on fait la forme, et quand la forme est faite, on a gardé des mèches qu'on resculpte par-dessus, qui donnent un relief, et c'est très joli. Même parfois, on en ajoute une ici, comme ça, par-dessus. Et parce que c'est plus joli. Ça dépend de la longueur des cheveux, mais plus il y a de rubans de cheveux, plus la coiffure est amusante. Mais c'est une jolie ligne, et une ligne très nouvelle qu'il faut absolument qu'il devienne à la mode. Alors, on va essayer de voir si c'est un succès, si les dames de cet été et de ce printemps et de cet été vont porter ces lignes-là. Et c'est le dernier look. Vous avez les 3 derniers looks de la mode pour le printemps et l'été 92.
Hárið samastendur með mörgum hárstrám sem eru 100.000, og okkur finnst það ótrúlegt, og það vex þá mismunandi hratt eftir einstaklingum en að meðaltali sirka 1 centimeter á mánuði. Nú, hlutir eða aðstæður sem geta gert það verkum að það vex hraðar, til dæmis á meðgöngu, en sumir fá aldrei nema hárin eru á axlir og aðrir geta fengið niður í hnésbætur. Þannig að þar koma erfðirnar inn í. Nú, langalgengustu breytingarna sem við sjáum í hársverði þá einhvers konar hreistulöndun. Það þá þurrkur sem getur þá komið að einhvers konar umhverfisáhrifum, þannig að þurrkurinn kemur rauninni utanfrá. Síðan getur þá verið eksem og algengast þá flösueksem, sem þá bólga í hársverðinum sem veldur roða og kláða, og síðan talað og eiginlega allir sammála núna að það sé sveppir líka með sem orsökur sjúkdómsins, og eftir að maður fór að meðhöndla það líka miklu betri árangur á meðferðinni, en getur alltaf komið aftur. Psoriasis þá annar svona hreistrandi sjúkdómur í hársverði. Það oft miklu meira hreistur, þykkar kökur og meiri bólga. Nú, skalla getur maður þá skipt í mismunandi flokk eftir því hvernig það lítur út. Nú, það sem algengast þá kallað karlmannaskalli, sem maður getur ekki kallað sjúkdómbeint, en getur komið þá á mismunandi tíma, og sumir menn fá þetta mjög ungir, og þar hægt að gera þó nokkuð í dag, bæði með lausn sem að ber á og síðan þá með skurðaðgerð. Konur fá oft svipaðar breytingar, þó kannski ekki eins miklar, eftir breytingaskeiðið. Það sem síðan algengast þá blettaskalli, það sem staðbundið hártap, og orsökina vitum við ekki alltaf, en það getur verið af líkamlega andlegu álagi, og svo geta líka þá verið sjúkdómar sem valda blettaskalla, og sérstaklega ef það örmyndun, þá kemur hárið ekki aftur, annars kemur hárið nær alltaf aftur. Síðan getur maður þá mist hárið nær algjörlega, samanlega við krabbameinsmeðferð og þess háttar, eða þá að allt hár fer og fer þá hár, annað líkamshár fer líka. Orsökina vitum við ekki og oft lítið hægt að gera. Umhirða hársins einstaklingsbundin, og það ekki hægt að gefa neina algildar reglur það, en mikilvægt þá að þvo það reglulega og passa bæði að þorna ekki mikið upp, og nota þá hársápu, ekki mikið, og líka þá að skóla vel úr hárinu aftur. Anna Þóra kennslukona og kennir hún yngstu nemendum Ísaksskóla. Í samvinnu við frækna hárgreiðslumeistara var kannað hvaða möguleikar væru fyrir hendi að útfæra hár og stíl á mismunandi vegu. Hárgreiðslumeistarinn Jan sýnir listir sínar og segir frá. Já, það sem ég búinn að gera við hana Önnu, það að klippa hana aðeins í styttur. Hún var með millisítt hár og ég að reyna að fá svolítið meira sumarlúk, svolítið meira lettari. Það var að vísu strípur í hárið á hana, en ég búinn að setja hérna rauðan lit í til að fá svolítið meira lit í hárið. Mér fannst það svolítið dauft, og ég búinn að klippa svolítið í styttur, reyna að fá lyftingu í hárinu, og svo þetta verður svolítið meira sportlegt. Hún getur bæði setta fram í andlitinu og tekið það frá andlitinu. Eins og þú segir, þá komið lyfting í hárinu. Ég blæst það svolítið upp, en hún á ekki að þurfa að blása. Hún getur bara nota puttana og láta þorna svoleiðis. Nota svolítið gel í það til að fá lyftingu. Þannig ég svona smátt og smátt að forma það til. En ég hef það mjög frjálst. Það ekki neitt svona stífa línur. Bara sportleg fyrir sumari.
Í sambandi við fræðslu á hárgreiðslufagfólki í dag þá er mjög mikilvægt að fyrir hárgreiðslufólk að sækja bæði námskeið og fylgjast vel með í sambandi við tísku og annað, hvað er að ske. Og við til dæmis förum töluvert erlendis á seminar eða semst hárgreiðsluskóla og sjáum hvaða straumar koma þaðan. Sú fræðsla sem við notum mest, eða ég nota mest í mínu fyrirtæki, eru þessi miðlar eins og myndband og náttúrulega blöð. Það er alveg stór hluti sem maður sem sagt eyðir í þá hlið fræðslunar. Og fræðslan er þannig að, hjá mér þá höfum við eitt æfingakvöld einu sinni í viku. Og þá er allir sem vinna hjá mér, þeim er skylt, og þá er ég kannski með nýtt myndband, með nýjum klippingum, upplýsingum ný efni og tísku. Þá farið ég gegnum nýjustu tískublöðin og þetta er sú fræðsla sem ég nota mest. Í sambandi við námskeiðin sem við sækjum, þá er það oft á tíðum fyrirtæki sem framleiða þessa hársnýrtu vöru sem við notum á stofunum sem halda þessi námskeið fyrir okkur. Bæði förum við út til þeirra á höfuðstöðvarnar og svo koma þeir líka, senda manneski hingað heim. Nú eru gínur með hári, mannshár og á stofunni til mig hjá mér þá erum við með fjöldanallan gínum, hver einasti einstaklingur á sína gínu sem við getum bæði litað, klift, pröfa alls konar hárgreiðslur á. Og mér finnst það að mörguleyti þægilegra heldur en að hafa lifandi módel þegar maður er að inspirera og pröfa sig áfram á okkur. Fræðslan hjá hárgreiðslufólki í dag, hún er mjög nauðsynleg. Leið að þú hættir að fylgjast með hvað er að ske í sambandi við efnisnotkun og hártísku, þá er eins gott fyrir þig bara að hætta í hárgreiðslu því að þú verður alltaf að vera vel vakandi yfir því hvað er að ske í bæði efnum og tísku. Skrítið hvað allt gengur svona í hring eftir hring. Nú eru bylgjur eftir konar í tísku. Já, mér langaði svo að bjóða þér upp á að pröfa bylgjur í hári því þú ert nú að fara fínt út en þú getur náttúrulega verið með hárið þitt með þessari klippingu og alla... Já, ég var einmitt að hugsa það, sko, það er eina sem skiptir máli fyrir mig allavega, það er þessi fallega klipping. Já. Sem ég vil fengja á þínu stofu. Og sko, hvað, 4-5 vikna fresti líklega? Já, 4-5 vikna fresti. Þá get ég alltaf ráðið við það, sko, sjálf. Já. En þú getur verið með hárið slétt með því að nota stóran bursta og blása það slétt og fá góða fyllingu í það þegar þú gerir það sjálf heima. Og síðan getur af því þú ert með svolítið hreyfingu í hárinu, það eru eilitlar krullur í þínu hári þó að það ber ekki mikið á því en ef þú kreistir það fram og klípur saman hárið að þá nærðu fram svona skemmtilegum náttúrukrullum og það passar þér vel. Svona eðlilegt útlit í hári er mjög fallegt fyrir þig. Já, sko þessi svona greiðslu, ég gæti ekki þola sjálfan með þetta svona fyrir einn degi. Nei, en það er gaman fyrir þetta tækifæri og líka af því að bylgjur eru svolítið í tísku núna og þá er gaman að koma með þetta inn aftur. Þess að líka, þetta er svo... Já, mér finnst einhvern veginn, sko, ef ég er í síðum kjól, þá verði ég að fara á hárgreiðslustofu. Það er einu fáu skipti sem ég læta eftir mér að fara í hárgreiðslu. Já, það gerir náttúrulega mjög mikið fyrir mann. Hárið er í raun og veru það sem er punkturinn yfir, kemur til með að undirstrika líka það sem maður er klæddur í. Það er eins og fínan kjól, fínt hár, fallegt make-up, falleg förðun. En það er þessi klipping, sko, það er eiginlega... Já, hún er undirstaðan, hún er alltaf undirstaðan og mun alltaf vera það. Og náttúrulega litur í hárinu, eins og þessi þræðir, ljósu þræðir inn á milli brúna litarins sem er þinn eiginlegi litur og glái og heilbrigði, hárið sé fallega vel nært og háraliturinn fallegur og passi við húðlit, augnlit og þinn persónuleika. Já. En nú segir maður, nú er eitthvað í tísku og þá er allir með þær. Nei, ekki endilega. Tískan líka í dag, hún er þannig, það er svo fjölbreytt. Þú getur fundið fyrir hvern og einn eitthvað sem passar honum.
Reynir þú það þegar þú ferð? Já, ég geri það. Ég spila alltaf eftir andliti á fólki og persónuleika, hvað þú gerir, hvert er þitt starf og út frá því þá reynum við að Má ég svo að hrista höfuð? Hristu höfuð, þannig að koma svolítið fram. Og eyrnalokkurinn úr. Já, þetta er betra. Er það ekki?